í ráðgjöfinni þá getur líka verið að við tölum þessa hluti. Maður spyr kannski fólk, hver kynferðislega örvun sem þú ert að fá? Fólk líka rekur oft í róastand, já, þú segir það, þú veist, þá getur fólk farið að hugsa það, en líka hvaða skorður setur sjúkdómurinn í þessu sambandi. Maður getur tekið dæmi heyrnarskerðingu og breytt snertiskyn í húð. Tökum dæmi sem manneskju sem glímir við taugasjúkdóm. Hún upplifir kannski breytta skynjun í húð þannig að það sem var áður ástúðuleg snerting hreinlega óþægileg. En stundum þarf ekki einu sinni líkamlega sjúkdóm til að örvunin bágborin eða breytt. Ég man eftir konu sem kom til mín á stofu og hún hafði þá sögu að segja að maðurinn hennar vildi ekki eða gat ekki snert hana. Hún mátti hins vegar koma við líkama hans að vild, en þegar þau höfðu kynmök þá fóru þau fram á þann hátt að hann setti liminn inn í leggöngin og lauk sér af. Að færa liminn inn í leggöngin var það eina snertingin hans við konuna sína. Og hún upplifði þetta sem mikinn missi og hún var orðin reið og sár og hún spurði sjálfa sig hvað lengi þoli ég þetta. Og í rauninni var eins og þið heyrið, þá var vandinn ekki, hann lá ekki hjá henni en hann yfirferðist á hana. Þetta gerist í samskiptum við hann sem vandinn verður til. Þannig þetta nú kannski skýrasta merki það að maður þarf að fá parið saman í ráðgjöf. Maður getur ekki hjálpa henni einni. En hver kynferðislega örvunin? Hvaða örvun fólk að fá? Er hún með snertingu? Hún með orðum? Hún með lykt? Hvað mikilvægt fyrir fólk að finna til þess að örvist? Hefur það pælt í því? Og þegar kannski sjúkdómar koma til sögunar og veikindi og aukaverkanir lyfja og meðferð og annar, þá kannski áttar fólk sig á hvað það hefur mist. Enginn veit hvað áttar fyrir mistöður, getur stundum átt við þarna. Að geta ekki lengur fengið snertingu eða geta ekki lengur hreyft sig vegna sársauka eða eitthvað slíkt, þá finnur fólk hvað það vantar. En þessar þrjár lykilspurningar, það eiginlega að segja til svona útkomuna í kynlífi líkamlega. Og síðan í öðru lagi, hverjir geta líkamans til að bera boð kynferðislega örvun til að þetta sé hægt, til að hægt sé að örvast kynferðislega, að líkaminn taki við sér í ástarleiknum eða kynlífinu, það verður starfsemi helst í líffærakerfi að vera í lagi. Öndunin verður í lagi, blóðflæði, taugavirknin, hreyfigetan og svo framvegis. Og öldrun, til dæmis, hún hægir á þessum viðbrögðum líkamanns, en ekki það mikið að það hafi neitt ógurleg áhrif, en maður þarf samt að muna eftir því að kannski þarf viðkomandi kröftugri örvun en áður. Það dugar ekki bara að horfa á hana nakta lengur, ekki bara, það verður kannski að vera eitthvað meir. En með auknum þroska þá kemur kannski eitthvað annað á móti, að fólk hins vegar betri í stakk búið til að mæta áskorun lífsins af meiri yfirvegun. Og fólk æðrulega og lætur sér fátt finnast hluti sem kannski yngra fólk að vesenast með, eins og kannski bara einhverja appelsínuhúð eða eitthvað. Þannig að appelsínuhúð, hún þarf ekki að skipta máli þegar maður verður gamall. Það veitum við það. Og síðan, í þriðja lagi, hvað finnst parinu það sem þau eru að gera með þau elskast? Þetta kannski hljómar ógurlega að maður sé að skilgreina allt í tætlur en þetta ekkert svo leiðilegt að ræða þetta þegar fólk að pæla í þessu. Það hefur ekki gert það áður en skilur alveg og finnst gott að ræða þessa hluti. Þó sé þetta auðvelt. Hérna skiptir jafnmiklu máli að vita hvaða mann viðkomandi hefur að geyma og hvaða sjúkdóm viðkomandi með. Við getum tekið sem dæmi 2 kvænta karlmenn sem báðir hafa greinst með illkynja krabbamein í blöðruhálskirtli og farið nákvæmlega sömu aðgerðina. Þetta raunverulegt dæmi, ég get sagt frá því vegna þess að þetta gerist fyrir 15 árum síðan. Þá var ég að vinna hérna við hópmeðferð upp á geðsviði. Við það sködduðust taugarnar hjá báðum við þessa aðgerð og báðir áttu við ristiltruflanir að stríða. Þetta voru ég talaði við konurnar í sitthvoru viðtalinu og þær höfðu mismunandi sögu að segja. Og saga fyrri var þessi að maðurinn hennar sagðist ekki skilja hvers vegna hann færi ekki frá henni. Færi bara ekki frá henni vegna þess að hann gæti ekki lengur gagnast henni. Svona tók hún til orða.
Og hinn konan sagði mér þá sögu að hennar maður sagði að hann væri allur að vilja Gerður að athuga hvaða möguleika þau hefðu til að elskast á einhvern hátt, bara að það væri einhvern hátt hægt. Og við getum sett okkur í spor þeirra og ímynda okkur hvað parinu fyndist síðan það hvað þau væri að gera með að vera elskast. Hjá seinna parinu þá væru þau að opin fyrir leiðir og vinna með það sem hægt að vinna með, meðan hinn myndi loka sig af í skil sinni. Þannig að þið sjáu hvaða skiptir máli að vita hvaða persónuleiki, hvaða manneskjur við erum að tala um. Hérna reyndi á þess að kalla en á ólíkan hátt. Báðir geta þetta leyst sín mál en það er auðveldara kannski hjá þeim sem ég ræddi í seinna tilvikinu. Síðan þegar maður í kynlífsráðgjöf þá er maður ekki bara að fá upplýsingar í svona hinu talaða orði, heldur líka í því ósagða í fari fólks, eins og í framkomu, raddblæði, viðhorfum, andrúmslofti sem það skapar og líkamlegu látbragði. Til dæmis ef að par er að koma til mín í annað eða þriðja sinn og hvað langt bil á milli í sófanum, þá get ég séð hvort hvað hafi verið í gangi heima í rauninni. Ef að þeim er liðið vel áður að koma inn, þá sitja þau nær í sófanum og jafnvel snertast. En ef að það er eitthvað erfitt á milli þeirra sem er kannski nauðsynlegt til þess að komast í gegnum hlutina, að það er að upplifa erfiðleikana, en þá eru þau kannski á sitthvoru horninu, á brúninni á sófanum og með lokað og krosslaða fætur og horfa niður eða á ekki hvort annað. Þannig að maður fær fullt af upplýsingum þó að fólk segi ekkert. En þá að aðgöngumiðar geti líka verið þeir sömu að því virðist, eins og ristruflun, áhugaleysi eða eitthvað annað, þá er sammerkt að maður þarf að rissa upp nákvæmari mynd. Tökum sem dæmi áhugaleysi í kynlífi. Þrjú dæmi. Í fyrsta tilvikinu er par sem kemur til mín, þetta er allt raunveruleg dæmi, sem segist ekki hafa neinn áhuga á kynlífi og ég alveg, já, get ég sagt meira það. Og þá segja mér að þau hafa aldrei haft samfarir, en núna langi þeim til að eignast barn og ætla að vita hvort þau geti farið þessa náttúrulegu leið til að eignast barn. Þetta er frekar óvenjulegt, en það var þetta sem þau áttu við með áhugaleysi í kynlífi. Það var par sem elskaði hvort annað og þau voru verulega náin, en samfari var bara ekki í þeirra kynlífshandriti einhvern veginn. En þau vildu að þetta vildu aðtöku hvort það gæti verið til þess að geta eignast barn. Í öðru tilviki er að ræða konu sem missti áhuga á kynlífi, orðaði þetta líka svona, en var þunglind eftir greiningu brjóstakrabbameins og átti erfiðleikum æ síðan. Og í þriðja tilvikinu karlmann sem segir ég hef engan áhuga á kynlífi og það gerðist þá eftir að hann fór að upplifa ristruflanir sem kom ekki eingöngu við samfæri heldur líka við sjálfsfróun. Þannig að hann var verulega skelkaður og þá var það hans leið að missa bara áhugann.